Komið sæl, blessuð elskurnar. Ég ætlaði að draga nokkuð spil fyrir helgina. Sjá hvernig það kemur út. Les bara orkuna sem kemur með spilunum og það verður bara hver og einn að meta það fyrir sig hvort að þetta eigi eitthvað við hans helgi. Þetta er náttúrulega ekki persónuleg spilalögn, en skulum bara sjá til. Það búið að vera stutt vinnuvika hjá margum út af sumardaginu 1. og veðrið virðist vera svona þolanlegt víðast hvar á landinu. Þannig að það er ýmislegt sem fólk ætlar ábyggilega að taka sig fyrir hendur. Við skulum sjá. Þakkir til þeirra sem að hafa kíkt á vídeóin. Þessi rás er náttúrulega bara alveg nýfædd og vonandi nær hún eitthvað að vaxa og dafna eins og Facebook síðan. Það fer að stefna í 1000 vini á Facebook síðunni. Ég þarf bara að hafa það í huga. Það er ákveðin tímamót. Byrjum á þessu. Ég sé strax 2 hópa sem að virðast ætla að vera áberandi í þessari lögn. Það er ástfangni hópurinn. Rómantíkin svífur við vatnum hjá ákveðnum hópi fólks sem er bara skemmtilegt. En það er eitthvað í gangi, eða búið að vera í gangi, sem að fólk er með áhyggjur af. Ég er að fá skilaboð ýmislegt sem að er búið að vera að gera, sem að hinn aðilinn hefur ekki verið sáttur við. Og það kemur upp sektarkennd og eftirsjá. Þá er bara að gera að tala saman, ræða hlutina og muna að við lesum ekki hugsanir hvers annars. Það er allavega mjög fágætur eiginleiki. Aðalmálið er að tala saman, segja hvernig manni líður og ekki búast við að hlutirnir lagist bara svona. Það getur verið að hlutirnir eigi eftir að taka tíma ef að það eru erfið samskipti sem að fylgja þessari eftirsjá og þessari sektarkennd sem kemur upp. Þá þarf bara að gefa því þann tíma sem það tekur og ekki neins að ýta á eftir því. Það er ekki til neins. Þolinmæðin, þrautir vinnur allar, sagði einhver.
Það hérna erfið orka líka. Þetta svona bland í poka. Ég sé hérna tvístígandi mann sem hræddur við að taka þau skref sem verið að bjóða honum, verið að setja fyrir framan hann. Það sem ég get sagt það að þetta aðalega þessi hræðsla eða þessi ótti, þetta eingöngu bundið við hans eigin hugsanir. Það engin raunverulega ástæða fyrir þessum ótta, því að hvað sem það sem að viðkomandi óttast að takast á við, þá mun það allt saman leysast og falla í ljúfa löð. Það aftur verið að koma hérna inn á hversu mikilvægt það að tjá sig. Þannig að samskipti eru kannski svona lykilorð fyrir helgina. Ég sé ákaflega fallegar tilfinningar hérna í þessum orkubunka sem fylgir þessum spilum. Það eru gamalgrónar tilfinningar sem hafa verið lengi til staðar, hafa vaxið og dafnað og fengið að blómstra. En síðan eru hérna líka tilfinningar sem að fólk hefur ekki getað tjáð eða lifað. Og ég sé það fyrir mér pínulítið svona eins og flatnesku. Tilfinningar sem ekki ná festu og ná ekki að þroskast upp í það sem að þær ættu annars skilið. Þolinmæði af hinu góða, en stundum getur verið nauðsynlegt að taka bara skrefið. Já, það verið að tala hérna, ég þarf að segja ykkur aðeins frá tunglspilinu, vegna þess að í síðasta myndbandi talaði ég dálítið sólina. Hér spilið sem kemur á undan sólinni, tromp númer 18, tunglið. Tunglið dálítið magnað spil og oft á tíðum erfitt. Mér finnst ofta erfitt að túlka þegar það kemur upp. Þá fer það svolítið mikið eftir því hvaða spil í kring og hvað að ræða. En í tunglinu bæði ótti og blekkingar. Og meðan að þessi orka til staðar gerist voðalega lítið. Það gerist kannski eitthvað undir yfirborðinu, en tunglorkan hún stöðvar í raun og veru framvindu mála. Þangað til að þú ert búin að stíga yfir í sólarorkuna og komast í gegnum bilið sem þarna á milli. Þá eru hlutirnir svolítið í lausu lofti. Og oft á meðan þessi orka ræður ríkjum besta lausnin að gera ekki neitt. Það má samt ekki vera þannig að það verði til langframa. Það er spurning að hleypa nýrri og jákvæðri orku inn í huga sinn til þess að leysa þessa tunglorku upp. Í tarotinu, og ég örugglega eftir að tala það aftur og meira seinna, tákna sverðin hugan okkar. Orkuna sem í gangi í hausnum á okkur. Og þetta eru oft erfiðustu spilin sem koma upp. Þið sjáum að manneskjan hérna fjötruð.
Hún fjötruð af eigin hugsunum. Það eru hennar eigin hugsanir sem að stöðva hana í því að taka þau skref sem þarf að taka. Ég sé fyrir mér gróið land sem að gæti orðið mjög frjósamt og gjöfult svo lengi sem að það vökva og fær næringu. Þannig að einhverjir hér þurfa að taka það til sín að taka skrefið í gegnum óttann, horfast í augu við óttann, leggja hann að baki og stíga inn í sólina og láta ekki hugan sífellt stoppa sig með því að ofhugsa hlutina, gera sér upp einhverja meiningar eða útkomur. Oftast eru hlutirnir ekki eins slæmir og við búum okkur til í höfðinu. Og því að rómantíkin svífur nú hérna við vötnum líka, þá allavega hluti ykkar að glíma við einhverja svona stöðu varðandi tilfinningamál. Ég ætla aðeins að bæta við hérna. Kannski segja ykkur, ég veit ekki hversu mikið þið heyrið tónlistina sem í bakgrunninum hjá mér. Ég reyni nú að hafa hana bara mjög lágt stilta. En þetta snillingur sem heitir Mike Rowland. Rowland með hérna 2 vaffi. Þið viljið tjekka á henni. Hefur samið hverja perluna á fætur annari. Já, þetta svona í framhaldi af því sem ég var að segja áðan. Tilfinningarsamböndin okkar geta oft verið flókin og hér manneskja bara búin að ákveða það ein með sjálfur sér að ef hún tjái tilfinningar sínar þá verði henni hafnað. Ég fæ hérna mjög sterka tilfinningu fyrir því að viðkomandi manneskja sé að tala sig niður í huganum. Tala sig niður að hún sé ekki nógu þetta, nógu hitt. Jafnvel bara á þann veg að tilfinningar hennar eigi ekki rétt á sér. Þetta náttúrulega algjör fjarstæða. Tilfinningarnar okkar eru svo dýrmætar, þær láta okkur vita hvert við að fara, þær leiða okkur áfram. Og ef við hunsum þær í sífellu eða tölum þær niður eða gerum lítið úr þeim, þá erum við að afneita sjálfum okkur í raun og veru og loka á það sem okkar innra orkukerfi, vil ég eiginlega segja, það sem okkar innra sjálf bara að reyna að segja okkur. Og tilfinningar geta verið neikvæðar líka. Þegar okkur líður illa, þá verið að segja okkur eitthvað. Það verið að láta okkur vita að þetta ekki gott fyrir okkur, þetta ekki leiðin sem við eigum að fara. Og samanskapi þegar að okkur líður vel og við finnum þessa yndislegu tilfinningu sem að vonandi við öll fáum að upplifa einhvern tíma á lífsleiðinni, að
dragast að annarri mannesku, að verða skotin, þá líka verið að segja okkur eitthvað. Og þetta að dragast að einhverjum, það í raun og veru bara ákveðin svona vísbending sem að við þurfum eiginlega að skoða nánar allavega, skulum við segja. Vegna þess að þar gæti verið eitthvað gott fyrir okkur. Og hérna í þessu tilviki, ég vona að þetta sé ekki orðið of langt hjá mér, ég á það til að tala svolítið mikið stundum, þá get ég sko garantera það að manneskjan á hinum endanum, hún ekki þessi ægilegi dreki sem að hinn aðilinn heldur að hún sé. Ég veit ekki hvaðan ég fæ stundum þetta orðalag og þetta sem ég nota, bara svo ég útskýri það fyrir ykkur. Þetta bara skynjunin mín sem kemur svona fram og ég reyna að segja bara það sem kemur til mín. Þannig að það að manneskja sé einhver dreki, þetta nú ekki beint kannski það sem ég að búa til, en ég fæ bara svona tilfinningu fyrir því að viðkomandi haldi að hann verði bara grillaður. Ég verð nú að segja það að það nú ekki raunin. Já, svo að helgin, þetta verður svona tilfinningahelgi. Það eitt síðara laga sem ég heyri að brakar í stólnum sem ég sitt á. Ég þarf að skipta stól. Það óþolandi að heyra svona óþægileg umhverfishljóð. Manna næst. Kíkjum á spilin hennar Doreen Virtue. Hver hefði trúað því að þessi dásamlega englakona sem bjó til þessi spil ásamt fleirum, hún búið til helling, hún hætti sem svona andleg fyrirmynd og englakona og hætti að nota spilin sín og agitera fyrir þeim eftir að hafa frelsast í kristinsöfnuð, og nú bara vill hún meina að allt, meðal annars þetta sem ég að gera núna, þetta sé frá hinum vonda komið, og hún beinir þeim tilmælum til fólks að hætta öllu varðandi tarotspil. Það eina rétta, hið eina sem maður á að fylgja, það sem kemur beint frá Jesú Kristi. Ef hún bara vissi. Sko, guð hvað ég glöð að sjá þetta. Heilunarorka kemur hérna inn. Þessi fallega, mjúka, nærandi heilunarorka. Og helgin verður heilandi. Þetta verður heilandi helgi. Þetta verður heilun fyrir tilfinningar, heilun fyrir hugsanir líka og ákveðnar svona hugsanavillur. Þeim verður snúið við. Og það tilvísun hérna í sumarið sem að ég túlka þannig að þetta tilfinningamál sem ég er búin að vera að tala um, það verður það nær hápunkti sínum í sumar og á eftir að þroskast og dafna, ætla ég að segja. Sumar, já, bíddu nú við, það er komið sumar. Það var sumardagurinn fyrst í gær. Þannig að, ókei. En þetta á þá líklega bara eftir að dafna með sumrinum, skulum við segja. Eftir sem sumarið
gengur í garð og þessi heilunar orka, mikið er í glöð að sjá hana. Ég ætla aðeins að prófa að lyfta spilinu, gá hvort þið sjáu það eitthvað betur. Svona. Hérna. Ég held að það muni gróa heilt helgina á milli einstaklinga. Hvort sem það eru ástarsambönd, fjölskyldusambönd, ég fæ systkinasambönd, það mun gróa heilt. Og leið og sektarkenndinni, efanum, eftirsjáni, óttanum og blekkingunum. Leið og því verður bægt í burtu, skulum við segja, og fólk stígur bara inn í þessa fallegu ástarorku, kærleiksorku sem hérna til staðar. Þá munu málin leysast og verða jafnvel bara betri heldur en fólki órar fyrir. Þessi helgi verður allavega upphafspunktur að einhverju slíku góðu. Þetta verður róleg helgi líka og sumir þurfa ef til vill á hvíld að halda. Ekki æða út í neitt sem að þið ofgerið ykkur með eða tekur frá ykkur orku. Þessir atburðir allir eru ennþá að gerjast. Og þá er það lokaspilið. Ég vona svo sannarlega að einhver ykkar fái einhvers konar leiðsögn með þessum spilum. Hér duttu út 2 spil og annað talar beint kærleikann og það er sjálfskærleikur, sjálfsást. Brjóttu niður vegginn sem er á milli þín og þíns innra barns og hugaðu vel að þörfum þínum helgina. Einhver sagði, og það eru held ég bara algild sannindi, að því meir sem þú elskar sjálfa þig, því meira elska aðrir þig líka. Sjálfsást kallar á ást frá öðrum. Því meiri virðingu sem þú berð fyrir sjálfum þér, því meiri virðingu bera aðrir fyrir þér og svo framvegis. Og síðan datt hérna þetta spil líka úr stokknum og hér er verið að tala bara hluti sem eru án allra takmarkana, bara takmarkalaust. Hversu mikið af góðum hlutum þú getur þegið frá almættinu og þú opnar þig bara fyrir þeim. Almætti getur notað þig líka til góðra hluta fyrir aðra. Afskaplega góð og jákvæð falleg orka hérna í gangi. Þá ætla ég bara að þakka ykkur innilega fyrir að horfa og hlusta og vona að helgin verði ykkur góð og ljúf. Ljós og kærleikur.